Þeir sem eru slóttugir og klárir eru oft kallaðir refir. En eru refir slóttugir og klárir? Má vera. Í það minnsta hefur þeim tekist að lifa frjálsir í landinu í meir en 1000 ár frá landnámi, þrátt fyrir manninn. Þegar síðustu ísöld lauk varð refurinn eftir á Íslandi og síðan hefur hann lifað hér og býr nú út land allt. Hann heldur sig mest við sjávarsíðuna í grennd við Fuglabjörg og þéttust líklega búseta hans í friðlandi á Hornströndum. Refir eru útsjónarsöm dýr með mikla aðlögunarhæfni og þeir þrífast vel í harðbýlu landi. Lífsbarátta þeirra er oft erfið enda ekki alltaf auðvelt að finna æti. Refirnir á Hornströndum búa við gjöfult strandsvæði. Í fjörunni leynist ýmiss konar æti og þar endurnýja fæðuauðlindi sig oft hraðar og reglulegar heldur en gerist fjær sjónum. Fuglar eru helsta fæða refsins og við ströndina eru sjófuglar, einkum fíll, mikilvægastir. Auk þess að veiða lifandi bráð, éta þeir hræ af ýmsum toga, til dæmis sel og hval. Segja má að refurinn éti allt sem að kjafti kemur. Ólíkt flestum öðrum tegundum innan hundaættar eru refir ekki hópdýr. Þeir veiða einir og þegar nægt framboð er af fæðu, safna þeir forða sem þeir grafa í jörðu. Refir lifa yfirleitt í 2 til 3 ár, en geta þó orðið alltaf 10 ára. Þeir verða ekki mjög stórir, fullvaxinn refur er svona álíka stór og holdugur heimilisköttur, 3 til 5 kíló. Refurinn þrífst einstaklega vel í köldu loftslagi og útlit hans tekur mið af veðurfarinu. Íslenski refurinn hefur mjög stutt skott og hálsinn er ekki langur og trýnið er lítið. Eyrun eru lítil miðað við aðrar refategundir. Þannig hefur hann þróast í þeirri viðleitni náttúrunnar að takmarka hitatap dýrsins. Refurinn hefur mjög þéttan feld sem einangrar vel, jafnvel í mjög miklu frosti. Þykkt vetrarfeldarins gerir það að verkum að refurinn virðist þéttvaxinn með stutta útlimi. Feldurinn er samsettur úr tvenns konar hárum, vindhárum og þeli. Ytra lagið, vindhárin, eru mun stinnari og veita mjög góða vörn gegn bleitu. 70% af feldinum er undirhár, þel, sem gerir refnum kleift að halda eðlilegum líkamshita þó frostið sé alltaf 35 gráður. Refir byrja ekki að skjálfa sér til hita fyrr en við 70 gráðu frost. Feldurinn er þéttastur frá desember og fram í mars.
Á vorin gengur refurinn úr hárum, fellir feldinn, og því hraðar sem feldurinn fellur, því betra er líkamlegt ástand refsins. Miðjan mars er fengitími og þá verða læðurnar órólegar. Samskipti paranna eru mikil og náin á fengitímanum. Stakir refir eru sífellt á ferðinni og í leita maka. Það því nóg að gera hjá stegnum að passa upp á sína læðu. Meginreglan í samfélagi refa er einkvæni og heldur refaparið saman svo lengi sem bæði lifa. Við missi maka síns finnur hinn eftirlifandi þó fljótt nýjan maka. Ástæða einkvænis er fyrst og fremst sú að fengitíminn er stuttur og að læðan er einungis móttækileg í nokkra daga. Þess vegna þorir steggurinn ekki að yfirgefa læðuna af ótta við að missa af tækifæri til að parast. Þrátt fyrir mikla fjölbreytni í lit meðal melrakka má flokka dýrin í tvö megin litaafbrigði, hvítdýr og mórauð. Hvítu refirnir eru hvítir á veturna en á sumrin eru þeir dökk mógráir á baki og niður með síðum en ljósgráir á kvið og innan á fótum. Mórauðu dýrin eru flest dökkbrún allt árið þó heldur ljósari á veturna en sumrin. Fá dýr eru alhvít í vetrarfeldi. Munurinn á litaafbrigðunum tveimur ræðst af einu geni og dýr af mismunandi litaafbrigðum æxlast innbyrðis án tillits til litar. Hvíti liturinn er víkjandi sem þýðir að genið sem veldur hvítum lit þarf að hafa erfst frá báðum foreldrum til þess að dýri verði hvít. Að öðrum kosti verður mórauði liturinn ráðandi. Melrakki, tófa, heimskautarefur, lágfóta og skolli eru nokkur heiti á íslenska refnum. Hann er talinn hafa komið til landsins með hafís frá Grænlandi í lok síðustu ísaldar og verið hér frá því að ísöld lauk. Refastofninn hefur því verið einangraður öldum saman og smátt aðlagast íslenskum aðstæðum. Í rannsókn á erfðaefni hvatbera og refum allstaðar af norðurhveli jarðar kom í ljós að 18 af 23 dýrum frá Íslandi höfðu einstakar arfgerðir sem hvergi fundust annars staðar. Erfðamengi tófunar hér á landi er ekki það eina sem gerir hana sérstaka. Heldur eru lifnaðarhættir og vistfræði hennar töluvert frábrugðin því sem gerist annars staðar.
Refaparið afmarkar sér svæði sem það fer daglega í leit að æti. Heimasvæðið kallast óðal og þeir merkja sér það með því að míga reglulega á ákveðnum stöðum í kringum óðalið. Þannig láta þeir aðra refi vita hver ræður. Lyktarskyn refa er afar öflugt og þetta er því einföld leið til að afmarka land sitt og áhrifarík vörn gegn öðrum refum. Fram á miðja síðustu öld voru ær mjólkaðar til manneldis og lömb tekin snemma frá mæðrum sínum og send lítil og veikluleg á fjall án móðurverndar og voru því oft auðveld bráð. Því er ekki að undra að nöfn eins og dýrbítur, bitvargur og sauð skratti hafi fest við refinn. Árið 1970 var næstum búið að útrýma refnum og talið að refastofninn hafi einungis verið 1000 dýr. Síðan þá hefur stofninn margfaldast að stærð og nú er áætlað að 11.000 refir séu á landinu. Þetta má að öllum líkindum rekja til hlýnunar og bættra lífsskilyrða, svo sem vegna aukins fæðuframboðs og hefur til dæmis fíl og heiðargæs fjölgað mikið á sama tímabili. Refurinn var eina landspendýrið sem þreifst á Íslandi þegar menn námu hér land og eitt það fyrsta sem landnámsmenn sameinuðust gegn. Snemma var sett veiðiskylda á ref. Hún kallaðist dýratollur. Bændur sem áttu fleiri en 6 kindur þurftu að drepa 2 ungar tófur á vetri hverjum eða greiða toll. Í dag eru sérstakir veiðimenn ráðnir af sveitafélögum til að veiða ref. Samkvæmt opinberum tölum eru veiddir 7500 refir árlega. Æðarbændur eru duglegir refaveiðimenn og til að róa æðarfuglinn er honum sýnd bráðin. Í Hornvík lifa ekki allir refir veturinn af og á vorin liggja mörg hræ á víðavangi. Litlar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig refir dreifa sér landið og því ekki vitað hvernig eða hvort þeir fari á milli landshluta. En almennt er talið að refir sem búa á strandsvæðum dreifi sér minna. Refurinn veit margt smátt en broddgölturinn þekkir aðeins einn stóran sannleika. Í frægri ritgerð frá 1953, Broddgölturinn og refurinn, notar heimspekingurinn Isaiah Berlin þessa forngrísku speki til að skipta rithöfundum og hugsuðum í 2 flokka. Annars vegar broddgelti, sem skoða heiminn þröngt út frá einni skilgreindri hugmynd, og hins vegar refi, sem byggja heimsmynd sína á margbreytileika og margþættri reynslu. Ritgerðin hefur haft mikil áhrif á fjölda rithöfunda og fræðimenn, þrátt fyrir að hafa verið sett fram í hálfkæringi af höfundinum. Segja má að þessi mynd af refnum sem úrræðagóðum og fjölhæfum lýsi vel aðlögunarhæfni hans í náttúrunni og hæfileikum hans til þess að lifa af við erfið lífsskilyrði.
Hornstrandir eru friðland á nyrsta hluta Vestfjarða og lögðust þar í eyði miðja síðustu öld. Má segja að refurinn hafi þannig endurheimt yfirráð yfir svæðinu að minnsta kosti stærstan hluta ársins. Hornstrandir eru stórt og hrjóstrugt landsvæði með litlu undirlendi, að mestu klettar og fjöll með stórum og miklum fuglabjörgum. Bannað hefur verið að veiða ref í friðlandinu frá 1994. Hornstrandir eru ríkir refsins. Hagamýs komu til landsins með landnámsmönnum og lifa nú allt land þar sem einhvern gróður að finna. Bústaður þeirra eru holur í jörðinni, eins konar göng með mörgum forðabúrum. Refurinn er einn af þeirra verstu óvinum. Í Hornvík er þéttasta byggð refa sem þekkt í heiminum og þar býr minnst 1 refapar í hverjum dal eða hverri skál og allt að 7 pör gjóta samtímis í víkinni. Refir gera sér bústað, greni, á óðali sínu og þar gýtur læðan. Yfirleitt eru grenin gerð í urð og grjóti með fleiri en 1 op til að komast inn og út. Eftir 52 daga meðgöngu gýtur læðan oftast á bilinu 5 til 7 yrðlingum. Þó er þekkt dæmi þar sem taldir voru hvorki meira né minna en 25 yrðlingar í einu goti. Yrðlingarnir eru blindir við fæðingu en 2 vikna fá þeir sjón. Þeir eru algjörlega háðir móðurmjólkinni fyrstu 3 vikurnar en þá byrja þeir að éta kjöt. Í góðu árferði koma refapörin flestum yrðlingum sínum á legg en ef vorið er kalt og sumarið slæmt lifa fáir yrðlingar til haustsins. Í urðinni rétt ofan við fjöruna er greni. Það er ekki stórt, frekar landlítið og svo er stutt í óðal nágrannanna. Grenið er með fáum opum og sjaldan búið í því. Hér býr nú óskup ritjulega einstæð móðir með 6 yrðlinga. Móðirinn á í mesta basli með að fæða sig og yrðlingana. Yrðlingarnir byrja því snemma að leita sjálfir að einhverju að borða. Þegar leið á sumarið sáust yrðlingarnir hvergi og er talið líklegast að flökkurrefur hafi komið og drepið á alla. Þannig losar refir sig við samkeppni og fá möguleika á að gera móðurina að sínum maka, stofna nýja fjölskyldu, eignast sjálfir afkvæmi og tryggja þannig sínu erfðaefni framhaldslíf.
Hátt upp í dalnum, undir klettabeltinu og nálagt bjargbrúninni er stórt og gott greni. Þetta er mjög búsældarlegt óðal og nær yfir stórt land. Það er í góðu skjóli fyrir norðanáttinni, upp í urð og umvafið hvönn og með marga innganga. Stutt er í bjargfuglinn. Óðalið hefur verið notað af refafjölskyldum aftur og aftur, sennilega öldum saman. Á þessu gjöfula óðali býr refapar með 5 yrðlinga. Sama parið hefur notað þetta óðal í nokkur ár og virðist vera mjög samheldið og hjálpast að í fæðuöflun. Þó er móðirinn mun meira með yrðlingunum og sér að mestu að fæða þá. Allir yrðlingarnir dögnuðu vel yfir sumarið og komast á legg haustið. Í þjóðsögum er stundum fjallað skoffín og skuggabaldur. Skoffín er afkvæmi refs og kattar þar sem kötturinn er móðirinn. Skoffín er oft notað í merkingunni fífl, kjáni, stelputrippi og jafnvel sem gæluorðum börn. Skuggabaldur er einnig afkvæmi kattar og refs en kemur úr móðurkviði refsins. Skuggabaldur er oftast notað yfir illan anda, myrkramann og þann sem læðupokast. Staðreyndin er hins vegar sú að kettir og refir geta ekki átt saman afkvæmi. Þó að þetta séu 2 rándýr þá eru þau tiltölulega fjarskyld og enn fremur er það svo að kettir og refir hafa ekki sama litningafjölda. Kettir eru með 19 litningapör en refir eru með 25 pör. Það eru þar af leiðandi engar erfðafræðilegar forsendur fyrir því að þessar 2 tegundir geti átt saman afkvæmi. Í sögunni Litla prinsinn eftir Saint-Exupéry er litli prinsinn mest heillandi persónan, en sú vitrasta er refurinn. Í frægasta kaflanum í sögunni segir refurinn við prinsinn: Fyrir mér ertu enn aðeins lítill drengur, líkur 1000 annarra drengja, og ég þarfnast þín ekki, og þú þarfnast mín ekki heldur. Fyrir þér er ég aðeins refur eins og 1000 annarra refa. En ef þú temur mig, munum við þarfnast hvors annars. Og litli prinsinn sannreynir að þetta er rétt þegar vinátta myndast milli hans og refsins. Því getur hann sagt við rósir sem hann mætir. Þetta er einmitt bók þar sem rósir geta talað og hlustað. Þið eruð ekkert ennþá. Þið hafið ekki bundist neinum og enginn hefur bundist ykkur. Þið eruð eins og refurinn minn. Hann var aðeins refur meðal 1000 annarra refa. En ég hefi gert hann að vini mínum og nú er hann einstakur í heiminum. Litli prinsinn snýr aftur til refsins og refurinn segir við hann: Þú berð að eilífu ábyrgð á því sem þú hefur bundist böndum. Og refurinn bætir við: Maður sér ekki vel nema með hjartanu. Það mikilvægasta er ósýnilegt augunum. Oftast hjálpast báðir foreldrar að við uppeldi yrðlingana og sér steggurinn aðalegum fæðuöflun fyrstu vikurnar, en þá liggur læðan að mestu í greninu hjá yrðlingunum. Maður enn á spena er orkuþörf læðunar mjög mikil, mun meiri en steggsins þótt hann sé stærri. Læðan þarf ofta að betla af steggnum mat til að hafa nóga orku til að fæða yrðlingana. Þegar læðan er búin að venja þá að mestu af spena, minnkar matarþörf hennar og hún hjálpar til við að færa björg í bú og fer á veiðar.
Í daglegri yfirferð sinni óðalið á læðan það til að leggja sig á góðum stað fjarri greni sínu og hvíla sig smástund. Þegar refir nálgast 10 ára aldur hefur tönnum fækkað og sérstaklega algengt að framtennur vanti og vígtennur orðnar slitnar. Illa tenntur refur á mjög erfitt uppdráttar í lífsbaráttunni, bæði í samkeppni við aðra refi og að vinna á fæðunni. Þessi refur skakklapast hér og er orðinn lúinn. Hann er greinilega með brotna framlöpp. Hann á ekki langt eftir. Afföll refa breytast lítið fram að 7 ára aldri, en eftir það fækkar dýrum hlutfallslega hraðar. Refir sem orðnir 10 ára eru mjög sjaldgæfir í íslenskri náttúru. Gömlu dýrin verða yfirleitt undir í samkeppni við yngri dýr maka og óðul. Refurinn er upp á sitt besta frá 2 til 7 ára aldurs, en síðan hallar hratt undan fæti. Yrðlingar stækka mjög hratt fyrstu mánuðina og ná 90% af fullri stærð eftir 4 mánuði, eða í október. Ekkert annað rándýr vex jafn hratt og refurinn á þessu aldurskeiði. Á sumrin byggir refurinn upp forða fyrir veturinn og er hann oftast 1 til 2 kílóum þyngri á haustin en á vorin. Síðsumars sækir hann mjög í ber og flugur til að fita sig. Í byrjun september eru yrðlingarnir orðnir einfærir að afla sér fæðu. Foreldrarnir koma æ sjaldnar að greninu og gefa glögglega til kynna að yrðlingarnir eigi að fara að heiman. Refurinn er ekki félagsdýr og fer ekki í hópum eins og til dæmis úlfar. Hann er einfari og þess vegna á hann tiltölulega auðvelt með að yfirgefa bernskuslóðirnar. Fartímar kynjanna eru mismunandi og fara steggir mánuði fyrr að heiman en læður. Rannsóknir á Íslandi benda til þess að dýrin setjist tiltölulega fljótt kyrrt á vænlegum stað þar sem þau geta treyst því að verða ekki fyrir miklu áreiti eldri dýra. Steggirnir virðast þó halda sig þar áfram, líklega í þeim tilgangi að tryggja sér óðal. Læður halda sambandi við óðal foreldrana með því að heimsækja það öðru hverju. Líklega eru þær með þessu að baktryggja sig svo að þær eigi afturkvæmt mistækist þeim að ná sér í maka og óðal. Þar sem refirnir lifa í þefheimi og þekkja hvern annan fyrst og fremst á lyktinni, er sennilega nauðsynlegt fyrir læðurnar að viðhalda lyktinni af sér á óðali foreldrana til að eiga afturkvæmt, því líklegt er að lyktin breytist smám saman á fyrsta vetri þegar dýrin eldast og ná kynþroska. Refir eru útsjónarsöm dýr með mikla aðlögunarhæfni og þeir þrífast vel í harðbýlu landi. Lífsbarátta þeirra er oft erfið og ekki alltaf auðvelt að finna æti.
Refirnir á Hornströndum lifa án nokkur samneytis við menn frá því í september og fram í júní og fá því engar leifar á næktaborði mannanna á erfiðasta tíma ársins. Hringrás lífsins heldur áfram hér á nyrstu vogum Íslands rétt eins og annar staðar. Vetur fer og sumar kemur. Nýir einstaklingar verða til og aðrir hverfa. Þannig hefur það alltaf verið og líklegast mun framtíðin endurspegla fortíðina.